Við höldum áfram með sögu efnafræðinnar. Nú erum við komin að aldamótunum 1800, það er sem sagt 19. öldin er að renna í garð. Og vinsælasta, heitasta og mest spennandi efnið í Evrópu er dínítróxíð eða það sem við þekkjum betur sem hláturgas. Hláturgas er búið til úr tveimur köfnunarefnisatómum og einu súrefnisatómi. Menn höfðu satt fundið leiðir til að framleiða þetta efni og menn notuðu það fyrst og fremst til að skemmta sér. Menn virtust ekki átta sig almennilega á því að þetta efni gat til dæmis verið notað í læknisfræði. Og það er í dag notað í læknisfræði, þetta er notað til deyfinga, til að minnka sársauka. Fólk getur farið í gegnum mjög jafnvel stórar aðgerðir, skurðaðgerðir, andað þessu gas að sér og það finnur ekki sársauka. En þetta er nú kallað hláturgas vegna þess að fólk, ef það fær þetta í stórum skömmtum, þá getur ekki hægt að hlæja, verður voða gaman. Og leikhús og fín heimili voru þannig að það voru haldin hláturgaskvöld þar sem mættu með kúta með þessu efni og önduðu að sér og hlógu og skríktu og duttu allt og fólk trylltist úr hlátri við að horfa á þetta allt saman. Þannig að skilningur og efnafræði og mikilvægi efna var kannski ekki meira en svo að ein merkasta uppgötvun sem gerð var á þessum tíma og fyrst og fremst notuð bara til að skemmta sér í staðinn fyrir að gera eitthvað gagnlegt. Það vantaði samt ekki að menn væru að nota efni í gagnlegum tilgangi, það er að segja að eiginlega var efnafræði þessu tíma orðin svona sérsvið bara í iðnaði. Þannig er iðnbyltingin búin að eiga sér stað, það er mikið af versmiðum og efnafræði var orðin svona grein sem fyrst og fremst var bara praktísk grein. Þetta snerist að framleiða hluti, vinna, efni og svo framvegis, og vísindaþátturinn, rannsóknarþátturinn, forvitnin hafði kannski dalað dálítið. Efnafræði sem vísindagrein var dálítið í krísu. Það var fyrst og fremst að menn notuðu þetta bara að menn höfðu eitthvað gagn af því. Og það sýnir sig kannski hvað efnafræðin var illa stödd að langmerkasta uppgötvun sem gerð var á þessum tíma. Hún var gerð af plöntufræðingi og hann reyndar vissi ekkert hvað hann var að horfa á. Það var ekki fyrir löngu seinna menn áttuðu sig á því. Hann hét Robert Brown, var skoskur og hann sá í smásjá að ef hann setti frjókorn í vatn og horfði í gegnum smásjá þá titruði alltaf frjókornin, sem er kannski það sem maður býst við ef maður horfir. Maður heldur að borðið hristist eða maður andi á vatnið eða eitthvað, en það skipti engu máli hversu lengi hann beið og hversu lengi hann lét vatnið standa til þess að geti jafnað sig. Frjókornin virtust alltaf titra í vatninu. Við vitum í dag af hverju þetta er og ástæðan er sú að hreinlega atómin í vatninu og sameindirnar sjálfar eru á fleygiferð. Efni eru ekkert kjurr. Atómin í því eru alltaf að hreyfast og þau rekast á frjókornin og frjókornin eru svo lítil að þetta dugar til að hreyfa frjókornin. Hann sá sem sagt mjög sterka vísbendingu hreyfingar atómana. En hann var plöntufræðingur, ekki efnafræðingur, og efnafræðingar voru ekkert að pæla mikið í þessum hlutum, þannig að efnafræðin var, eins og ég segi, dálítið dvala. Kemur þá að manni sem er uppi þetta leyti. Hann hét Benjamin Thompson, átti seinna eftir að vera kallað Rumford greifi eða greifinn af Rumford. Þetta var Bandaríkjamaður, fæddur í Bandaríkjunum. Hann bjó í Bandaríkjunum sem sagt, og þar var hann giftur ríkri konu og hann átti börn með henni, og það gerist í frelsisstríðinu þegar Bandaríkjamenn vilja vera frjálsir frá Bretum, að þá tekur Benjamin Thompson afstöðu með breska kónginum en ekki með löndum sínum. Þetta var nú ekki vinsælt þegar breski kóngurinn tapaði frelsisstríðinu, Bandaríkin lýstu við sjálfstæði og það stóð til að hefna sín á honum. Þeir ætlaði að hefna sín á honum frelsisinnarnir með því að ata hann tjöru og fiðri, sem var svona vinsæl niðurlægingaraðferð. Hann strauk, fór bara frá konu sinni og börnunum og sigldi til Evrópu og bara skildi hana eftir þar. Í Evrópu reyndist hann vera mikill og var fljótt mikils virtur vísindamaður,
Meðal uppgötvans, hann var mikið að skipta sér af hlutum sem tengdust varma. Hann hannaði þarna eldhús sem við sjáum í miðjunni uppi, kaffivél, hann hannaði arinn, upphitun nærföt og ýmislegt fleira. Afar góður uppfinningamaður. Hann gerir fleira, hann var í dálítinn tíma í Bæjaralandi, hannaði ensku garðana í München. Þessa garða er ennþá hægt að heimsækja, þeir eru í München og þykja mikið prýði, og það var þarna sem hann fékk greifatitilinn. Rönnford greifi fékk hann í Þýskalandi. Hann gerði mjög merkilega tilraun sem sneri að hita. Menn vissi ekki hvað varmi var, hvað það var sem gerði heita hluta heita og kalda hluti kalda, og það voru uppi 2 kenningar sem báðar virtust vera vel rökstuddar. Við vitum að heitir hlutir þenjast út. Margir töldu og þetta sannaði að hiti væri í raun, eða varmi væri í raun og veru efni. Það var eitthvað efni í heitum hlutum og þegar efni væri í hlutnum þá náttúrulega var hann stærri því hann væri með þetta efni, og svo þegar hlutur kólnaði þá læki þetta efni burt. Benjamin Thompson, Rönnford greifi, gerði rannsókn með svona fallbyssubor. Fallbyssur voru boraðar með svona stórum borum, og það var náttúrulega mikill hiti til þegar borinn nuddaðist við járnið í fallbyssunni, og hann gerði þarna mjög fræga rannsókn sem að sannaði að varmi var ekki efni, heldur eitthvað annað. Við vitum í dag að varmi er bara það hversu mikið sameindirnar hreyfast. Þannig að hreyfingin sem Brown hafði séð í frjókornunum, að bara því meiri hreyfing í atómunum, því heitara, og hlutin þenjast einfaldlega út vegna þess að hlutir sem hreyfast mikið, þeir taka meira pláss heldur en hlutir sem hreyfast lítið. En hér sjáum við vinkonu okkar, Maríu Önnu Lavoisier. Nú er búið að taka manninn hennar af lífi og reynda pabbina líka, og Rönnford greifi kemur til Parísar og kvænist henni, Maríu Önnu, og samkvæmt öllum heimildum þá var þetta alveg ömurlegt hjónaband, jafn vont eins og fyrra hjónabandið hennar hafði verið gott, og þau skildu stuttu seinna. Rétt fyrir aldamótin þá stofnar Benjamin Thompson, eða Rönnford greifi, vísindastofnun í London, The Royal Institution, konungleg vísindastofnun þar. Þessi vísindastofnun er mjög virt og var mjög virt, og við ætlum að tala fyrsta efnafræðiprófessorinn sem starfaði við þessa stofnun, hann Humphrey Davy. Humphrey Davy var stór og merkur vísindamaður, og hann uppgötvaði rafgreiningu. Það er, hann uppgötvaði að með því að setja efni á vökvaformi í sérstakt tæki, leiða rafmagn í gegnum efnið, að þá klofnuðu efnin í blöndunni í frumefni sín, og hann uppgötvaði fjölda frumefna. Hann uppgötvaði meðal annars þessi magnesín og natrium og kalín og fleiri, og raunar uppgötvaði svo mörg frumefni sem hann fann aðalega með rafgreiningu að þegar hann dó þá hafði hann uppgötvað 1/5 af öllum þekktum frumefnum, og hann naut heiðursins af þeim öllum, og raunar var hann mjög duglegur að afla sér heiðurs af því sem hann og jafnvel aðstoðarmenn hans gerðu. En Humphrey Davy hafði stóran galla. Hann var hláturgasfíkill, því að hláturgasi var ekki bara notað til skemmtunar, það voru beinlínis til hláturgasfíklar, og hann var einn af þeim. Og mjög líklega, hann notaði hláturgas oft á dag, og mjög líklega vegna þess þá missti hann heilsuna mjög ungur. Hann ferðaðist suður á bóginn og var í Genf í Sviss þegar hann hreinlega dó úr heilablóðfalli sem að næstum örugglega var tengt þessari fíkn hans. Þannig að hann dó ungur í Genf. En það voru ekki allir jafn svona miklu glaumgósar á hann, og við höfum hér 2 menn sem að lifðu afar dygðu lífi. Það eru John Dalton og Amadeus eða Amadeo Avogadro. Nú erum við farin að tala menn sem að virkilega settu spor á það sem að við í dag tölum sem nútíma efnafræði. John Dalton uppgötvaði, eða bjó til kenningu það að efni væri úr atómum. Það hafði ekki verið
Sú kenning hafði ekki verið til síðan í fornöld. Atóm eru náttúrulega ósýnileg með berum augum, þó við vitum núna, þeir vissu það ekki þá, að við getum séð vísbendingar atóm, til dæmis með hreyfingu frjókorna eða örsmára agna í vökva og reyndar fleiri aðferðum líka. Þá fékk hann það að efni væri úr atómi til að passa við ýmislegt sem að menn vissu og sáu og endurvakti atómkenninguna eða frumeindakenninguna. Avogadro var maður sem að kom með uppgötvanir þannig að hægt var að reikna hversu stór og þung frumefnin væru eða sameindirnar. John Dalton á atómkenninguna og Avogadro kom fram með reglu hversu margar sameindir væru í ákveðnu magni af efninu við ákveðið hitastig og þekkt tala kennd við hann, tala Avogadros sem snertir einmitt þetta. Avogadro var ekki í miklum samskiptum við aðra, hann var hlédrægur og jafnvel dálítið feiminn, en svo var líka bara engin virkur vettvangur fyrir efnafræðinga að tala saman. Það voru engin fréttablöð eða tímarit eða ráðstefnur, þannig að menn voru svona hver í sínu horni og menn notuðu ekki eins og sömu nöfnin. Þetta sama vandamál aftur og áður en Lavoisier, það var alltaf miklu verra áður en Lavoisier byrjaði, en þetta var ennþá dálítið slæmt. Maðurinn sem kannski heggur á hnútinn sænskur og hét Berzelius og hann stakk upp á því að menn myndu nota kerfi að minnsta kosti á nöfnum efnana, þannig að allir myndu þá tala efnin sem það sama. Þannig að magnesín fengi bara tákn, efnatákn, sem þá Mg. Kalín fengi stafinn K. Yfirleitt var þetta tekið upp úr nöfnum þessar efna í latínu eða grísku. Og við sjáum mikilvægi þess að gera þetta svona á því að til dæmis kalín, sem við köllum kalín, heitir á ensku potassium, sem gjörólíkt nafn. Og maður myndi ekki endilega átta sig á að kalín og potassium væri það sama, en í báðum þessum menningarheimum þá efnatáknið það sama. Þannig að öll frumefni fengu efnatákn, ýmist einn staf eða tvo, og ef það eru tveir stafir þá var það stór og lítill, en ef það er einn stafur þá er hann stór. Og svo ef við ætlum að tala efnasambönd sem eru samt mörg atóm fyrir saman, að þá átt að gera það með því að skrifa efnatákn annars, fjöldan af því og efnatákn hins og þá fjöldan af því líka ef það ætti við. Vatn 2 vetnisatóm og 1 súrefni, þannig að það er H2O. Upphaflega í kerfi Berzeliusar var talan skrifuð fyrir ofan, til hliðar við og ofan, en svo fluttist þetta niður af engri sérstakri ástæðu virðist vera. Þannig í dag er neðri ritháttur réttur, H2O er skrifað svona. En við ætlum að enda á þessum manni. Þetta er Dmitri Mendelejev. Hann í raun og veru gerir byltingu í efnafræði og hann fékk hugmynd út frá spilakapli sem hann þróaði og breytti því hvernig menn hugsuðu efnafræði það sem eftir var. Menn höfðu veitt í athygli að ef efnum var raðað eftir þyngd, þannig að jafn stóri klumpar af efninu væru bara vigtaðir, þá komu ljós að jafn stóri klumpar voru misþungir. Gull til dæmis miklu þyngra en kopar, en það virtist vera þannig að ákveðnir eiginleikar endurtóku sig reglulega. Þannig að til dæmis mitt á milli gulls og kopars að þar er silfur. Þetta myndi suma á nótnaborð á píanói. Nótnaborð á píanói er ekki 88 ólíkar nótur, heldur þetta bara ákveðin fjöldi nótna sem er svo endurtekin bara hærri og hærri. Menn röðuðu gjarnan efnunum sem þeir þekktu upp eftir þyngd, léttustu efnin fyrst og svo næst, en menn tók eftir því að það voru ákveðin eiginleikar sem endurtóku sig aftur með reglubundnum hætti. Það hefði líka verið hægt að raða efnunum eftir eiginleikunum, efni sem leiða rafmagn, efni sem eru járn eða málmar, efni sem eru gös og svo framvegis. Það sem Mendelejev gerði var að hann bjó til kerfi
Þannig að það var hægt að raða efnunum bæði eftir þyngd og eftir eiginleikum, sem í þessu tilfelli er eftir lit og eftir þyngd. Og þetta er hugmynd sem kom til hans úr spilagaldri. Og þetta er lotukerfið. Lotukerfið er kerfið þar sem öll frumefni, þau voru ekki nærri því svona mörg þekkt þegar Mendelejev gerði kerfið, en hann hannaði kerfið þannig að ef það er lesið á ákveðinn veg, lesið samt lárétt eins og maður les línur í bók, þá les maður alltaf þyngra og þyngra efni, léttast efni fyrst, svo næst og svo þyngra. En ef þú lest dálk niður, þá færðu efni með svipaða eiginleika, eins og í dálkinum sem örin bendir á. Þar sjáum við kopar, silfur og gull, öll þrjú í röð.